Fundur settur í bæjarstjórn Hornafjarðar númer 232. Í dag 1. desember 2016 og mættir á fund eru Kristján Sigurður Guðnason, Ásgerður Gylfadóttir, Gunnhildur Eimsland, Ragnheiður Hrafnkelsdóttir, Sæmundur Helgason, Björn Ingi Jónsson. Ég heiti Páll Róbert Matthíasson og starfsmenn fundarins eru Bryndís Bjarnason og Ólöf Ingunn Björnsdóttir. Við erum með nokkra gesti hérna frá Hollvinasamtökum Hornafjarðar á fundinum sem ætla að fá að fylgjast með. Í dag eru svo mikið sem 19 mál á dagskrá fundarins. Þar eru fyrst bæjarráðs fundargerðir frá 788 til 790. Síðan tökum við bæjarstjórn, síðasta bæjarstjórnarfund, númer 231. Síðan kemur fjárhagsáætlun, 3 ára áætlun, ósk framkvæmdaleyfi fyrir hringveg, númer 1. Þá eru aðalskipulagsbreytingar og fleiri aðalskipulagsbreytingar. Deiluskipulag í lið 10, 11, 12, 13 og 14. Og síðan eru fyrirspurnir vegna bílastæðis, skipurit sveitarfélagsins, umsóknur lóð, skýrsla bæjarstjóra og fyrirspurnir til bæjarstjórnar. Þá held ég að okkur sé ekkert af vanbúnaði að byrja á fyrsta máli sem er bæjarráð Hornafjarðar númer 788 og orðið laust. Það Sæmundur sem hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og góði fundamenn, það er mál 7 sem ég langar að ræða. Það er sem sagt, þar kemur fyrir spurning októbermánaðar sem er nýbreytni á nýjum vef sveitarfélagsins. Það var sem sagt spurning októbermánaðar hvaða framkvæmdir svarendur teldu að vinna ættu á árinu 2017. Og þetta er ákveðin nýbreytni sem að fylgir þessum nýja vef, að bjóða áhugasömum íbúum upp á að svara ákveðnum spurningum. Og mér þykir þetta skemmtileg viðbót við þá möguleika sem annars hafi verið í boði. Þetta bætir samtal íbúa við stjórnsýsluna. Þetta styrkir með öðrum orðum íbúaþátttöku og eflir íbúalýðræði. Að sama meiði höfum við haft íbúagátt á vefnum sem er gott tæki og þar er alltaf hægt að koma athugasemdum á framfæri eða setja sig í samband við þjónustu sveitarfélagsins. En að þessum máli margar góðar tillögur og ábendingar bárust fjölbreytt og áhugaverð verkefni. Það væri til að æra óstöðu að telja allar þær tillögur og ábendingar upp hér, en að mínu mati þá finn ég mikinn samhljóm í tillögunum og þeirri framkvæmdaráætlun sem við munum ræða hér á eftir og liggur fyrir í fjárhagsáætlun fyrir 2017. Einhverjar tillögur verða svo hafðar með í umræðu nefnda og ráða og koma vonandi til framkvæmda seinna. Ég mun kalla þetta mál inn á fund bæjarráðs og beina því þannig í umræður nefnda og ráða. Að lokum vil ég nefna það að ég finn góðan samhljóm tillagna íbúa við rúmlega 2 ára gamla stefnu meirihlutans eða málefnasamningin sem gerður var sumarið 2014. Mér telst til að næri öll málefni sem listuð eru upp í málefnasamningum séu annaðhvort komin í framkvæmd eða í góðan farveg. Takk fyrir það, Sæmundur. Og Ragnheiður, þú ætlaðir að fá að segja eitthvað? Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, fundamenn, mig langar að taka til máls undir öðrum lið á dagskrá, atvinnumálanefnd. Á 21. fundi atvinnumálanefndar var rýnt í tölur varða atvinnuleysi. Það gefur góða vísbendingu stöðu atvinnulífs á svæðinu. Í bókun nefndarinnar kemur fram að atvinnuleysi var 0,5% þann 1. september síðastliðinn, sem sagt eftir að mikið af sumarstarfsmönnum farið í skóla.
en 2–3% er í raun talið eðlilegt á atvinnumarkað. Þetta er gríðarlega mikilvæg vísbending að skilyrði til vaxtar hér í sveitarfélaginu er mjög góð, enda höfum við hér í sveitarstjórn og aðrir atvinnurekendur orðið vör við nokkra vaxtarverki. Vaxtarverki sem lýsa sér einkum í manneklu á vinnumarkaði og skort á húsnæði. Því fagnar nefndin að unnið sé að húsnæðisáætlun fyrir sveitarfélagið Hornafjörð í fyrsta skipti. Þessi áætlun mun greina þörf fyrir íbúðarhúsnæði fram í tímann svo að sé meiri möguleiki á að við getum verið tilbúin með lóðir þegar á þeim þarf að halda. Þörfin fyrir uppbyggingu innviða í vaxandi samfélag er einnig eitthvað sem endurspeglast skýrt í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Einnig langar mig að vekja máls á 7. lið, sem sagt undir atvinnumálanefnd, sem er jólahátíðin sem var haldin þann 1. í aðventu í Nýheimum. Mig langar raun bara að þakka öllum þeim sem stóðu að þessum skemmtilega og notalega degi fyrir frábært framtak og vel heppnaða samverustund. Samverustund þar sem fólk á öllum aldri fékk notið dagsins annarkvort við fundur, innkaup, sölu á varningi, sátu á kaffihúsi, skelltu sér í bíó eða fóru í jólalestina. Þarna urðu örugglega margar góðar minningar til og takk fyrir það. Takk fyrir það, Ragnheiður. Og orðið er laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir fundargestir. Það er 7. liður sem að mig langar að koma inn á hér á sem að Sæmundur gerði að umtalsefni hugmyndir og ábendingar vegna framkvæmda í sveitarfélaginu. Það var gott að þetta komst á koppinn og fínt að vera að koma með nýja heimasíðu þar sem þessi möguleiki var virkjaður. En þetta var akkurat verkefni sem að ég nefndi í fjárhagsáætlunargerð í fyrra, að hleypa íbúum meira að fjárhagsáætlunargerðinni og óska eftir að þetta er sett inn núna þessu ári sem var bara mjög gott. En eins og þeir sem hafa lesið fundargerðina sjá þá er umræða frestað til næsta fundar og þessu hefur verið frestað aftur og það er gaman að fara betur yfir þetta því að það virðist verið eitthvað galli í kerfinu. Ég veit ábendingar sem voru sendar inn í gegnum þetta kerfi sem skiluðu sér ekki í þeim niðurstöðum sem við fórum yfir. Hvort að það er eina ábendingin eða hvort það er fleiri, ég bara veit það ekki, en það allavega gefur tilefni til þess að skoða þetta eins og þegar það verið að koma með svona ábendingar sama hver það er, hvaða spurninga er, að það er náttúrulega mjög mikilvægt að öll svör eða allar ábendingar komist í skila og þá þurfum við að búa til allavega að skoða verklega við að hvernig þetta tekið saman eða hvort það geti verið að sé detta eitthvað út þarna í þessu kerfi. En það er bara vegna þess að ég vissi að þessari ábendingu að þá gat maður séð að hana vantaði. Þetta veit maður náttúrulega ekki alltaf því að maður veit ekki allar ábendingarnar. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Og orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér ljós. Þannig að ég ber fundargerð bæjarráðs númer 788 undir atkvæði fundarins og ber þá sem samþykki mér að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er næst bæjarráð númer 789 og orðið er laust. Og það er bara enginn sem ætlar að kveða sér ljós í því. Þannig að ég ber hana upp til samþykki fundarins og ber þá sem samþykkir að gefa mér merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Næst er það bæjarráð númer 790 og orðið er laust þar. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, getur bara fulltrúar. Það er liður 1 og 10 sem ég langar til þess að ræða hér. Liður 1, þetta er bygging leikskóla til Fiskhól, undirskriftir. Og mér reyndar undirskriftirnar inn á fyrri fund bæjarráðs viku áður. En þar óskaði ég eftir að það yrði boðað til fundar
með starfsmenn leikskólana og svo voru aðrir sem hefðu skrifað undirskriftalistan boðaði líka til að hitta bæjarráð ef þeir hefðu huga á. En óskin þarna var vegna þess að það voru margir starfsmenn sem voru á þessum lista og þar sem að við framsóknarmenn höfum gert ákveðnar ábendingar varðandi þessi mál, að þá langaði mig til að vita og hvort að það væri samhljómur þarna milli vilja þeirra sem skrifuðu undir og okkar framsóknarmanna. Titill undirskriftalistans gaf það til kynna, en það er skemmst frá því að segja að það voru ekki margir sem mættu á þennan fund, en það var alveg skýrt frá þeim aðilum sem mættu hverja þeirra skoðanir voru, en þar fer saman í það sem að kemur hér inn í fjárhagsáætlun á eftir, að þessir aðilar eru sammála öðrum sem hafa tjáð sig það að bíða með viðbyggingu við Lönguhóla og hlúa að innra starfi eða starfsmannamálum leikskólana áður en að farið er áfram með það og þessu fleiri ástæður sem að koma aftur í fjárhagsáætlun sem að styðja þá til okkar að bíða með þetta. En liður 10 að þar er verið að tala stöðu leikskóla dagvistamála, stöðu biðlista, að það vantar dagforeldra á Hornafjörð og það fer að myndast ákveðin teppa hér með næstu mánuðum þar sem að dagmaðurinn fer fækkandi og foreldrar að ljúka fæðingarorlofi og komast ekki til vinnu og það uppsagnir í leikskólanum, það ekki að vanta 4 starfsmenn í dag og svo uppsagnir sem komin í byrjun næsta árs, þannig að það mun ekki laga ástandið og ég veit svo sem ekki hvort að það bíða með þessa framkvæmdi, hvort að það leysir öll mál, ég ger nú ekki ráð fyrir því, en allavega það tel ég að það álag á þessu fólki, það bara ástand í þessu samfélagi, þannig að ég tel að það sé hollast að aðeins að stoppa, draga andann og hlúa að því sem hægt eins og staðan verður núna í kringum áramót. Þannig að ég vil ekki athygli á þessu. Já, takk fyrir þetta, Ásgerður. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti og góði fundamenn. Það liður 1 sem að ég ætla að fá að tala undir og það er bæði þessi fundur og mig langar að tala og auðvitað það kannski að bera í bakkafullan lækinn að rifja upp það ferli sem leiddi til ákvörðunarinnar að sameina leikskóla og Höfn undir einu þaki, en ég ætla nú bara að gera það samt. Þessi ákvörðun var tekin í mars síðastliðnum að byggja nýtt hús að Kirkjubraut 47 og gera endurbætur á eldra húsnæði. Og þannig tel ég að náist fram margir kostir og hagkvæmir. Lóðin við Kirkjubraut þykir skjólrík og hún þykir góð og með hönnun lóðar og bílastæða og með inngöngum að vestanverðu og sunnanverðu inn á deildir leikskólans verður aðgengi á húsinu tryggð frá 2 áttum, bæði frá Kirkjubraut og Víkurbraut, sem tryggir þá að umferð til og frá skólanum mun ekki breytast að ráði með starfsmenna eins og hún í dag. En þyngst vegur það þessi kostur að nýbygging við Kirkjubraut 47 og endurbætur uppfyllir fyllilega allar þær kröfur sem nútíminn gerir til umgjörðar á fyrirmyndar leikskólastarfsemi og mun hagkvæmari en að byggja nýtt hús á nýjum stað, eins og ábendingi var í undirskriftalistanum. Það var metið svo að munurinn á þessu tvennu væri að minnstakosti 160 milljónir og ég tel það mjög varlega áætlað. Og ég vil ítreka að þetta mál hefur átt sér langan aðdraganda og að mínu mati ákvörðun að setja nú 270 milljónir í framgang verkefnisins byggð á skynsemi og yfirvegun. Hönnunarvinna nú á lokametrum og töluverði hefur verið tilkostað að finna góðar lausnir í miklu og opnu samráði við starfsfólk, foreldra og fagmenn. Samráði fagmanna. Nú horfum við til þess að framkvæmdi fari í útboð og verkið fari í framkvæmd og í útboð og það vel. Og svo verður tilhlökkunarefni þegar haldin verður nafnasamkeppni
nafn á nýjum leikskóla. Já, takk fyrir þetta Sæmundur. Orðið er ennþá laust, Ásgeir gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að það séu flestir sem fylgjast með bæjarmálapólitík vita það hvernig þessi aðdragandi að þessi leikskólamálum var og það þarf ekki að endurtaka það eða rífa það neitt upp. En ég held bara sama hvað leikskólinn heitir, eða hvernig það er og hvert ferlið var við þessa sameiningu og annað slíkt, að þá leysir það ekki starfsmannamálin. Þannig að það eru þau sem ég hef þyngstar áhyggjur af. Takk fyrir það. Og Björn Ingi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég hef vissulega deili áhyggjum manna af ástand á leikskólunum og tel það vera bara grafalvarlegar og við getum alveg útvíkkað þann ramma töluvert meira. Það er alvarlegt ástand í grunnskólunum líka eða getur skapast. Það er reynda nýbúið að skrifa undir kjarasamning þar sem að það blasti við okkur umtalsvert allavega umræða uppsagnir í grunnskólanum og af síðustu fréttum þaðan er ekki að heyra að það sé mikla líkur eða allan að meta menn það að það séu kannski ekki meiri en minni líkur á því að þessi samningu verði hafnað af kennurum. Við getum haldið áfram, við getum talað tónskólan okkar. Það eru búin að lausir samningar í tónskólanum okkar. Þar vantar okkur mannskap líka. Þannig að ég held að við erum líka bara að horfa á staðreyndir málsins sko. Í leikskólastéttina vantar í kringum 12.000 starfsmenn á landinu. Þannig að leikskólamálið starfsmannaekla í leikskólum er ekki einvörðungu bundið við sveitarfélagið Hornafjörð. Þetta er bara staðreyndir sem við búum við á öllu landinu að í þessa stéttir vantar orðið starfsfólk. Ein af ástæðum sem nefnd er í því er og ég ætla ekki að dæma hana, það er það að launin séu bara ekki í samræmi við þá menntun sem krafist er af þeim sem ná sér í þessa menntun þegar stunda þessa störf. Og það er held ég stóra verkefni. Það er í raun og veru hvernig komum við þessum stéttum og launamálum þessara stétta á þann stað sem það er ásættanlegt fyrir alla. En hvort að við förum í breytingar á leikskólanum eða eitthvað svoleiðis, ég er ekki dómar í því endalaust, en ég held að sé afskaplega ódýrt að ætla að dempa því öllu saman sem er að gerast í leikskólanum á þessar breytingar og það er úrbætur. Og ég ítreka það, þetta eru úrbætur, löngu tímabærar úrbætur á umgjörð leikskólanum. Takk fyrir þetta Björn. Ásgeir gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og ég sagði þá leysist þetta ekki bara með nýju nafni eða öðru slíku og þetta er ekki bara bundið við Hornafjörð, við vitum það alveg og við vitum að það er líka mikið atvinnutækifæri eins og Ragn hefur komið inn á, þannig að það vantar starfsfólk hérna. En ég held samt að það vantar starfsfólk og það er fólk sem er að segja upp vegna þessara ólgu sem hefur verið og vegna þess að það treysti sér ekki inn í ástandið í þessa nýbyggingu með fólk börnin í garðinum og annað sem að þau veit ekki hvernig það á að leysa. Þannig að það er, hver og einn er mjög mikilvægur í þessu máli og það bara að stoppa og aðeins að hugsa, aðeins að taka stöðuna, meta þetta. Mér finnst það bara, mér finnst þau svo bundin í því að öllu þessu ferli, þetta er svo vanda ferli og það allt saman sem að getur náttúrulega kannski aðeins greint á að vissu leyti, en hver og einn einstaklingur þetta er lítið samfélag, þetta er litlir skólar, þetta eru fáa starfsmenn, það vantar starfsfólk, það munar hvern og einn sem hættir í viðbót og það er að hætta 2 leikskólastjórar og svo fleiri starfsmenn sem hafa lýst því að hver ástæðan er fyrir uppsögninni sem við fengum afrit af hérna á mánudaginn. Takk fyrir þetta Ásgeir. Ragn hefur gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Óstöðugleiki og óvissa
er það sem ég þykir erfiðast að búa við í lífinu. Það er kannski þess vegna sem ég vil að við ljúkum þessu svo að okkar fagfólk geti búið við stöðuleika að ári liðinu. Takk fyrir það. Spurningi, gjörðu svo vel. Já, fórstu góða bæjarfulltrúar, ég held að Ragnheiður á akkurat hitt naglan á höfuð eins og segir það einhverstaðar. Að ég kom inn í bæjarpólitíkinu 2006 og ég held alla tíð sem ég kom inn í bæjarpólitík er búið að vera umræður í bæjarstjórn leikskólan. Umgjörð, hvernig þetta á að vera, það hlýtur að vera einhvern tíma komið málalinni. Þannig að ég er alveg tek undir það, hver og einn skiptir vissulega miklu máli í þessu máli. Og ég held að við séum að reyna að gera það og halda utan hvern og einn í þessu máli. Einn liður í því er akkurat líka að við búum til betri umgjörð, betra húsnæði. Húsnæðið okkar uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til leikskóla í dag. Það er bara staðreynd. Það uppfyllir ekki hljóð einangrun og þá hluti sem skipta máli í starfsumhverfi fólks. Þannig að ég held að við verðum að gera það. Takk fyrir þetta, Björn, og ég held að Kristján ætli að koma upp og segja svona. Gjörðu svo vel, Kristján. Forseti, fundarmenn, það er undir atvinnumálanefnd, það er þar 3. liður. Mér langar að fagna þessari vinnu sem nú er komin að stað í okkar sögufræga húsi, Miklagarði. En þrátt fyrir fögur fyrirheit núverandi meirihluta er mér ljóst að sveitarfélagið hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til að ráðast í framkvæmdir af þessari stærðargráðu á næstu árum. Þess vegna langar mig að varpa þeirri spurningu hér fram, hvort ekki sé rétt að auglýsa Miklagarð til sölu og athuga hver áhuginn og hvaða hugmyndir kæmu þar fram. Takk fyrir þetta, Kristján. Og orðið er þetta laust, gjörðu svo vel, Björn. Forseti, góða bæjarfulltrúar. Ég var nú eiginlega næstu í kjátsopp. Þannig við ekki hana það. Og ég get bara ekki ennþá eiginlega, sko... Þú þá ekki setjast bara? Ég er að velta fyrir mér hvar í ósköpunum það er lesið út úr því sem við erum búin að vera með á borðunum okkar síðustu vikurnar að sveitarfélag hafi ekki fjárhagslegt bolmagn í Miklagarði. Rétt áðan var talað um í raun og veru forgangsröðun og svoleiðis og í hvað við ættum að gera og síðasta fundi var talað um mikla þenslu í samfélaginu hér. Verktakar hefðu allt of mikið að gera þannig að við í raun og veru erum að passa og forgangsraða þeim verkefni sem við myndum fara í. Ég held að við séum kannski akkurat að því. Við getum haft síðan skoðun á því hvernig við forgangsröðum og þar með er ég ekki að segja að Miklagarður sé ekki mikilvægt. Ég held að Miklagarður sé afskaplega mikilvægur fyrir sögu hafnar og framtíð hafnar og bjóð upp á mikil tækifæri. En ég vil samt svolítið segja það að þetta sé verkefni sem við getum leyft okkur að vinna í að kannski ekki með einhverju sprengikrafti. Heldur þegar við höldum sígandi lukka í þessu máli er meira atriði. Við erum að setja pening áfram í það að laga og betrumbæta og fyrsta atriði í því er náttúrulega húsið haldi vatn og vindi. Ég held að það sé algjört frumskilyrði. Það kom fram á atvinnunefndarfundi nýstafleg hugmynd kostnað við það að lyfta Miklagarði, bara sem eru mjög áhugaverðar og við þurfum að leggjast aðeins betur yfir því að þær kostnaðartölur eru miklu lægri heldur en eldri kostnaðartölur og það er bara mjög jákvætt ef það reynast réttar og ég vona svo sannarlega að þær séu réttar og reikna með því. En þær eru samt, þetta er rosa verkefni og ef þú mann, eins og Kristján man, að þá í raun og veru settum við fram kostnaðaráætlun að koma Miklagarði í og yfir 250 milljónir ef ég man rétt þegar við vorum að skoða hlutinn. Þannig að lyfta núna fyrir 24 milljónir eykur notagildi húsins alveg gífurlega mikið. Þannig ég held að sé fullur vilji í því og það eru peningar settir í Miklagarð á næsta ári til þess að koma til móts við þessa hluti. Það eru settar 15 milljónir í Miklagarð á næsta ári til þess að
klára þá að undirbyggja þá hugmyndavinni sem lögð fram í stefnu atvinnumálanefndar. Þannig ef að það reynist, við erum búið að fullhanna það bara eins og með þetta svo öll önnur verkefni sem við farið í undanfarin ár, við þurfum að klára hönnunarvinnuna áður en við hefjumst handa. Þannig að við þurfum að teikna þetta upp, við þurfum að í raun og veru sjá þetta sem sé nákvæmlega svona þegar hönnuðirnir eru búin að fara í gegnum verkefni, að þetta standist, þetta kosti 25 til 26 milljónir. Það væri óskandi og ég vona svo sannarlega svo sé. En ég vil algjörlega mótmæla því að það kom einhvers staðar fram að fjárhagslegir burðir eða bolmagn sveitarfélagsins sé einhvers staðar á einhverju vendipunkti. Og það er mjög gaman að segja frá því, og ætlaði reyndar að nota tækifærið á eftir að segja frá því, en ég ætla að gera það bara núna út af þessar umræði, að það er grein í Austurglugganum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, ef þið hafið lesið Austurgluggan sem kom út í dag. Hann er reyndar dagsettur á morgun en hann kom út í dag. Þar stendur að skuldahlutar sveitarfélagsins með þessa fjárhagsáætlun sem við erum að fara að ræða hér á eftir verði einhvers staðar í kringum 80% sem er með í lægsta sem þekkist á meðal sveitarfélaga á landinu. Þannig að ég get ekki séð hvernig það undirstingur það að sveitarfélaga ekki fjárhagslegt bolmagn í það sem menn vilja gera. Takk fyrir það, Björn. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn, ég er búinn að tala Miklagarð hérna eiginlega frá fyrsta degi þessa kjörtímabils og það er núna sem að þessi vinna er að fara af stað og ég fagna því, mér finnst það mjög gott. En ég sé það samt ekki með það sem við eigum eftir að gera og þurfum að fara í götur, gangstéttar, ef að verður farið í bygging á nýju hjúkrunarheimili, þar þurfum við að leggja út peninga, það er alveg ljóst að þá held ég að þetta, og ég er alveg sammála því að þetta er ekki verkefni sem er kannski forgang. Það er þess vegna sem ég kasta hérna fram þessari spurningu og ég vona að það trufli menn ekki þar sem eftir lifi dags, þó að ég kasti þessu fram. Ég segi það nú bara samlega. En það er hérna annað sem ég langaði að tala og það er undir menningarmálanefnd. Það eru jökulheimar. Það er eitt af því sem ég hef rætt hér líka nokkur sinnum. Tvisvar, þrisvar. Ég hef heyrt eða haft af því fregnir og mér langar að spyrja bæjarstjóra hvort að það sé rétt að það séu hér fjárfestar eða fjárfestir sem að hafi áhuga á því að koma að þessu verkefni. Ég hef heyrt talað það og ég vil bara spyrja bæjarstjóra hvort að það sé rétt eða hvort að það sé bara einhverja sögusagnir. Takk fyrir það, Kristján. Og þá er spurning hvort að Björn viti hvað meira málið. Forseti, góða bæjarfulltrúar, bara svo ég svari kannski hinni spurninginu. Mér finnst ekki að selja Miklagarð, svo því sé kannski svara sem var í fyrir rennunni hjá þér. En það er mín skoðun, ég veit ekki með aðra hérna inni. Ég held umræðum jökulheima, ég held að hún sé nefnilega akkurat á því stígi sem að þú sagðir. Hún er í einhverjum sögusögnum. Ég hef ekki fengið neinn inn á borð til mín sem hefur tilkynnt mér það að hann hafi áhuga að fjárfesta í jökulheimum. Og það kemur mér algjörlega á óvart. Ég hef heyrt talað ferðaaðila hér á staðnum sem hafa talað að þessi hugsanlega tilbúin að koma með einhvern pening inn í þetta í þá mjög lítilli prósentu. Þá erum við að tala 500.000, kannski milljón. Það er ekki burðarhryggur í verkefni sem við erum verið að tala í kringum 300-350 milljónir. Þannig ég hef ekki allavega þær fréttir að einhver sé tilbúin að setja í þetta stórar upphæðir. Takk fyrir það, Björn. Veit Gunnhildur hvað málið? Nei, ég veit ekki. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er nú eiginlega allt öðru, þetta er liður 8. Þarna er menningarstefnan og henni er vísað til samþykktar í bæjarstjórn. Hún fer ekki þangað og hún er heldur ekki undir þessum lið en það kemur svo mikið sök, hún er undir nefndinni á sömu fundagerð. En ég vildi bara vekja máls á þess að henni myndi samþykkja þessa fundagerð. Takk fyrir þetta, Gunnhildur. Björn Ingi, gjörðu svo vel.
Forseti góð bæjarfulltrúar, menningarstefna verður sérliður á dagskrá væntanlega næsta bæjarstjórnarfundar og það kom upp þarna einhver orð í menningarstefnunni á fundi bæjarráðs sem að menn vildu eitthvað lagfæra. En það reyndar kemur ekki fram í bókun, það sé það. En þegar að menn fóru að skoða það, þá varð eiginlega úr að menn vildu frekar bara klára og láta þetta fara aftur í menningarmálanefndina og koma svo til okkur aftur. Takk fyrir það, Björn. Það sleppur ekkert fram hjá bæjarráði. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig ég legg þessa fundagerð undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir henni að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 4. liður er bæjarstjórn Hornafjarðar nr. 231. Orðið er laust fyrir undir því. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún staðfest. 5. mál á dagskrá er fjárhagsáætlun 2017 og það er Björn Ingi Jónsson sem fylgir því úr hlaði. Forseti góðir bæjarfulltrúar, hér er lögð fram til 2. umræðu fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Í meðförum bæjarráðs á milli funda hafa nú ekki orðið miklar breytingar, heldur snúa þær fyrst og fremst að við fengum nýja þjóðhagsspá sem að lækkaði spána fyrir árið 2017 úr 3,9% í 2,4% og var áætlunin uppfærð í samræmi við það. Það er lítilsháttar hækkun á framlögum frá jöfnunarsjóði vegna ákveðins liðar þar upp á 1,3 milljónir sem er bætt við og einnig kom inn gjaldskráhækkun frá haust Heilbrigðiseftirliti Austurlands sem var samþykkt á aðalfundi þar sem hefur 2 milljón króna hækkun í för með sér fyrir sveitarsjóðum. En helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar eru þá eins og hún er lögð hér fram til 2. umræðu í raun og veru að rekstrarniðurstaða ársins er áætlað 189 milljónir og skuldir í hlutfalli við tekjur eru áætlaðar 73% á árinu 2017. En heildartekjur ársins 2017 eru áætlaðar 2,3 milljarðar á meðan heildargjöld eru áætlaðar 2,1 milljarður. Afborganir af langtímalánum eru áætlaðar 109 milljónir og veltu fyrir hjá rekstri er áætlað tæplega 350 milljónir og framleiðin er því 14,9% á árinu 2017. Handbært fé í árslok ársins 2017 er áætlað 84 milljónir og lántaka á árinu er áætluð 500 milljónir og er hún að mestu hugsuð gagnvart B-hluta fyrirtækja sveitarfélagsins sem vegna fráveitu framkvæmda eins og kom fram í máli mínu við síðustu umræðu. Engin lán hafa verið tekin á síðustu 2 árum þrátt fyrir áætlanir síðustu 2 ára hafi gert ráð fyrir lántöku upp á 300 milljónir króna. Þannig að þrátt fyrir þessa framkvæmdir sem við verið í þá höfum við ekki tekið þessi lán sem við þó reiknuðum með að þurfa að gera og helgast kannski að hluta til vegna þess að hluti af framkvæmdunum hefur ekki komist í verk út af seinkun og breytingum á verktakum og hönnunarbreytingum sem við þurftum að fara í og skýrir það að hluta til kannski háa framkvæmdaráætlun fyrir árið 2017 og eins og ég segi, lántakan fór ekki fram á árinu 2015 og 16 eins og áður hafi verið gert ráð fyrir. En framkvæmdir á árinu 2017 eru sem sagt 712,5 milljón og eru stærstu liðir hennar í raun og veru endurbygging á leikskóla við Krakkagót 47, við Kirkjubraut 47, eða 270 milljónir króna sem við áætlum að nota í það á árinu 2017. Fráveituframkvæmdir á árinu 2017 taka til sín 265 milljónir, er það annars vegar að stærstu leyti hér út á Höfn sem eru 215 milljónir og 50 milljónir í Nesjahverfinu við að klára í raun og veru það sem var byrjað á árinu 2014-15. Það er sem sagt að klára brunnana og ganga svo frá eftir þær framkvæmdir sem þar fóru í gang, sem yfirborðsframkvæmdir.
Einnig förum við í endurbætur á vöruhúsinu og snúa það fyrst og fremst að félagsmiðstöð drykkjunnar. Og þá erum við hér með 2 liði sem eru undirbúningur að fjárhagsáætlun fyrir framtíðina. Og það í raun og veru við erum að setja peninga í hönnun og undirbúningsferli, ákvörðunarferli fyrir millibyggingu og tengibyggingu við sundlaug og íþróttahús, og þarna á ég við í raun og veru bæði matreiðslu eldhúsi sem er í Heppuskóla, sem er í tengingunni sem er á milli íþróttahús og Heppuskóla, og svo í raun og veru tengibyggingun á milli íþróttahús og sundlaugar. Þarna sjáum við fyrir okkur að klára þessa undirbúnings- og hugmyndafræði og hönnun á þessum byggingum, eða þessari byggingu og endurbótum, til þess að geta svo tekið þá væntanlega í fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2018 ákvörðun það hvernig við förum inn í þær. Einnig setti peningar hér í hönnun og undirbúning af því að málefni fatlaðra komist inn í sitt húsnæði, og eins og má öllum vera ljóst að þá hefur það legið í loftinu og liggur fyrir að núverandi húsnæði Krakkakots komið til með að hýsa málefni fatlaðra inn í framtíðina, og ég held að sé það öllum ljóst að það er afskaplega mikilvægt að við förum að finna húsnæði fyrir málefni fatlaðra, því að það er ekki ásættanlegt að þessi starfsemi sem hefur stækkað þetta mikið og stækkaði töluvert núna á haustmánuðum skuli ekki hafa betra húsnæði heldur en raun ber vitni, og sé annars vegar í íbúð í blokk og hins vegar á neðri hæðinni í Sjallanum á Kirkjubraut 3. Þannig að við þurfum að finna þessu varanlega stöðu. Síðan náttúrulega afskaplega mikilvægt verkefni sem við erum komin á fullt í, eins og við fórum í gegnum hérna síðast, það bygging leiguíbúða, og erum við ennþá því miður að bíða eftir svörum frá Íbúðalánasjóði umsókn okkar stofnframlög, og þeir hafa bara tekið sér umtalsvert lengri tíma til þess að fara yfir þessi gögn og hafa ekki getað svarað, þó þeir hafa ætlað sér að vera búin að svara þessum mánaðamótin síðustu. En það eins og ég fór í gegn hérna síðast, þá umsóknir stofnframlög vegna í leiguíbúða í